Hingað er kominn Mikael Torfason, Týnd í paradís. Þetta bók fjölskyldu þína, sjálfan þig, þú varst lítill. Já. Og það sem nú aðalatriðið í bókinni það að foreldrar þínir gerast vottar Jehóva og þið lifið inn í þessum söfnuði nokkra hríð og það hefur ýmisleg áhrif. Já, mikil áhrif á okkar líf og ég held að sé það er mikil áhrif á mig þar sem að ég fæddist með sjúkdóm og langveikur og þau lentu í vandræði með læknanna af því að foreldrar mínir voru ósammálaðir hvernig læknisþjónustu ég ætti að fá. Var þetta blóðgjöf og annað sem að vottar Jehóva ekki hrifnir af. Það sem að gerist það að þú ert mjög veikur sem lítill drengur. Þú færist feitur og pattarlegur en ferð svo að megrast og þú getur ekki kúkað. Ég get ekki kúkað, nei. Og er bara í rauninni að fyllast af blóði og saur. Svo segir hundurinn bara hreint út og er í rauninni bara að deyja og eins og lýst í bókinni er að breytast í þá var hungursnöðin ekki í Eþíópíu eins og var seinna þegar ég var lítill heldur í Biafra og allir kom í heimsókn og sögðu bara vá, þið sitjið upp með Biafra-barn sem er bara að blása út maginn og barnið er að deyja og svo byrjar barátta þeirra við heilbrigðiskerfið og þau telja sig vera með Jehóva Guð og Jesú Krist í sínu liði. Og það má ekki gefa blóð. Það má ekki gefa blóð. Og pabbi þinn er alltaf að rífast við þennan lækni sem að þú lýsir enda mjög fallega. Þessi læknir er hinn vænsti maður og besti maður. Já, besti maður og varð mikill vinur minn. Ég var náttúrulega mikið á spítala og síðast skorinn upp þegar ég 10 ára. Og heimsótti hann líka að ég vann þessa bók, mér langaði til að blanda líka saman. Ég hef skrifað, þetta er 7. bókin mín, en fyrri 5 bækurnar mínar eru skáldsögur. Og mér langaði svona til að blanda saman þessum 2 störfum sem ég unni sem ég hef líka starfað sem blaðamaður. Þannig ég fór og tók í rauninni mörg hundruð klukkutíma af viðtölum sem ég velritaði upp bæði við foreldra mína og systkini og aðra fjölskyldumeðlimi, ættingja og vini og ég tók mér þess að viðtal við mannin sem kynnti pappa fyrst fyrir fagnaðarerindinu og tók líka viðtal við læknir sem er komin yfir áttrætt og býr í Grái og málar landslagsmálverk þar. En stalst hann til að gefa þér blóð? Já, það verður hann að fá að svara. Hann svarar fyrir það einhverju leyti í bókinni. Já. Og þetta er í rauninni, ég held líka að þetta sé magnað upp á það að gera að ég gerði mikla rannsóknir á þessu og líka bara á það hvernig yfirvöld og annað bregðast við þegar einhver kemur með barn á spítala og segir ég vil heldur að barnið deyi en að fá viðunandi læknisþjónustu. Hvernig bregðustu við því? Og það var ekkert gert í rauninni, það var ekkert, þú ert í orðsins fyllstu merkingu þessar setningar, þú ert upp á Guð og lukkuna, kominn og ég hugsaði að sé að jafnvel þannig ennþá dag í dag. Ég bara, ég held það, og við erum í rauninni ennþá að taka þátt í þessu debatti í rauninni bólusetningar í dag og annað slíkt. En segðu mér, foreldrar þínir, þau eru ofboðslega ung og þau virka alveg eins og fullkomlega ráðvillt fólk sem veit nánast hvorki þennan heim né annan á þessum tíma. Pabbiðinn verður svona, hann hefur verið kommunisti og verður svo ofboðslega mikið hrifinn af og svo dregst hann inn í þennan söfnuð. Ég held að þessi líka, það sem var áhugavert fyrir mig að taka öll þessi viðtöl var að geta sett mig í þeirra spor. Þegar ég var yngri þá var ég reiður ungur maður og reiður út í þetta fólk. Og núna fekk ég að kynnast í og setja mig í þeirra spor. Og það sem við erum að tala fólk sem höfðu verið alin upp á fátækum alþýðuheimilum, það sem var annarkot mikil fátækt eða drykkjuskapur. Þetta er ungt fólk sem hafði verið hafnað af menntakerfinu, niðurlega því með tossabekkjum og það er skemmtilegu kafli í bókinni því þegar pabbi fær að vera mánuð í fínnibekkjum í grunnskóla í Reykjavík og síðan uppgötvaði að þeir hefðu farið mannavillt í að hinn rétti torfi hafi verið erlendis og þeir færa hann aftur í þú átt að vera meðal aumingjana, þú ert af aumingjaheimili. Þannig að við vorum að taka, þetta er fólk sem hefur algjörlega hafnað af stofnunum og það gat ekki einu sinni leitað, var þetta bara trúarlíf. Það var líka sagt frá því þegar Ólafur Skúlason sem síðar var biskup og var presturinn hennar ömmu, þegar maðurinn hennar er búinn að drekka sig í hel. Hann er látinn dauður á stofugólfinu heima, deyr þar og móðir mín er 15 ára, þá eina sem gamla konan fær í fangið sem er þá fertugt, fær í fangið er graður Ólafur Skúlason að reyna við hana. Það er þeirra menningar heimur, þetta er ekki fólk að fínni heimilum. Nei. Fólk í minni fjölskyldu ætti ekki að fagna kosningarétti kvenna fyrir 2025, þegar við fengum að kjósa.
við almúgin, sko, svona hinn allra lægst settu. En sko, það er til dæmis að þú gengur rosalega nærri fjölskylduðinni, til dæmis þessi afiðin sem liggur og bara drekkur sér hela á sófa í gegnum einhverja rosalega fylliristúra og dóptúra og svo náttúrulega gengur mjög nálægt foreldrinum. Hvernig finnst foreldrinum þetta? Eitt sem með hvað ég var reiður stundum með að vera yngri, með æsku mína og hvernig ég hafi verið komið fram við mig þá er ég líka óbærslega þakklátur að vera sonur þeirra, sonur Huldu og Torfa. Því að þau tóku í rauninni bæði pabbi og mamma, fyrstu beiðni minni að mér langaði til að heimsækja þennan tíma og taka við viðtöl og langaði til að skrifa bókina svona og sagði þeim að við myndum hvergi halda aftur á okkur. Já. Og það bara horfði beint í augun á mér, já, ekkert mál. Af því að kannski í dag þetta í nútíma sálfræði kallað markaleysi eða eitthvað slíkt, en þetta líka hispursleysi og líka okkur þykir mikilvægt að segja í rauninni sanna sögu okkar. Við erum í rauninni svona íslenskt alþýðufólk. Já. Og það er mikilvægt að við skrásetjum þá sögu. En þú hefur komið út úr þessu, sko, þú segir frá því að þú hafi verið mjög reiður lengi. Já. En þú kemur líka út úr þessu hafandi kynst þessum söfnuði sem maður sem hefur eiginlega, já, er bara í nöppi trúarbragð. Já, mér fannst sjálfum þegar ég var að skrifa bókina, fannst mér samfélag Votta Jehóva 1974 þegar ég fæðist, að einhverju leyti metafóra yfir rauninni kristið íslenskt samfélag þá, sem var í rauninni að mörgu leyti ógeðfellt samfélag og við erum ennþá í rauninni að gera það upp, hvernig við komum fram við samkynhneigða, hvernig við komum fram við konur. Auðvitað er þetta að horfa á þetta sem eitthvað svona ýkt mikrokosmos samfélag Votta Jehóva, að þetta lið sé einhverju leyti svona smá klikkað takandi marka á okkurum sannleika frá okkurum öldungum í Brooklyn, en í rauninni er það einhverju leyti spegilmynd, hugmyndakerfi okkar Íslendingar einhverju leyti innflutt og þannig að ég sá þetta alltaf fyrir mig sem þetta væri í rauninni miklu meiri myndlíking samfélagi sem við bjuggum í og við erum að reyna að breyta og við erum ennþá í rauninni að eiga í ofboðslu uppgjöri við kristna trú sem að hentar okkur ekki eins vel sem nútímafólk og hentar mér engan veginn persónulega og ég náttúrulega einn af þeim, ég náttúrulega hef hlotið sko líkamlegan og andlegan stór skaða ef þú spáir í þannig af trúarbrögðum. Þau hafa í rauninni, og ef maður getur sagt eins og sagt í bandarískum fræðsluritum með fíkniefni, þá náttúrulega kristin trú svona hinn þjóðkirkjan náttúrulega gateway drug í eitthvað miklu verra sem í rauninni fundamentalismi. Já. En foreldraðinni þau munu sem sagt, ég hugsa það sérstaklega pappa þinn, sko, sem hann alveg þekktur maður, maður þekkir Torfa, maður veit hver hann og svona, hann virkar svona slagferðugur en hann er líka einhvern veginn hróðalegur kjáni. Já, já. Og þarna, þetta er maður sem kynnist mömmu þegar hann er 19 ára og hún er 18 ára og það er margar kjánalegar ákvarðanir, en þá að taka aftur ef að stofnanir og svona allar, sko, hvort sem er menntastofnanir eða aðra stofnanir hafi verið hafnað þessu fólki, akkur ættu þau ekki að vera í uppreisn. Fyrst hann í uppreisn með kommunismannum og svo líka, ég setti mig líka inn í margt af því sem hann var að lesa og eins og hann var að lesa Þórberg Þórðarson og þegar ég var að lesa Þórberg Þórðarson aftur, ég hafði lesað hann eitthvað þegar ég var yngri og svo verið að lesa hann aftur þegar ég var að rannsaka þessa bók og pabbi alveg óðbúðslegur aðdáandans, þá eins og hatur hans á kirkjunni og stofnunum, þar sem Þórbergur er líka alltaf að krefja lesandan sinn að vera ekki með þessa hræsni, annarkvort trúi þessu bara í þaula eða ekki. Og pabbi valdi bara, heyrðu, ég tek bara marka á honum, ég trúi þessu bara í þaula og prófaði það og það er ákveðið líka, það getur vel verið, við getum alveg setið og sagt sko, óleita kjánulegt að hafa valið þessa leið, en þetta er samt leið að velja og hann var svona, og pabbi og ég þannig líka eflaust og við erum mörg svona, sem eru svolítið svona annarkvort eða fólk. Já. Og endanum var hann sparkað út? Endanum var hann sparkað út, endanum valdi hann leiðina sem Þórbergur valdi sjálfur. Mikael, þakka þér fyrir. Týnd í paradís heitir bókin.